Hvað segið þið? Liðið fína? Á bifvélaverkstæðinu Knastásin í Kópavogi starfa þeir félagar Haraldur, Kristján, Hannes og Geir. Hann þorir ekki að segja ykkur hvernig hann tók kettlingur en þessi góðið með bílum. Kona, hvað þetta? Kona, hver með þetta? Að loknum löngum og ströngum vinnudegi hverfa þeirra verkefni sem hefur gagntekið huga þeirra síðustu mánuði. Síðastur inn og fyrstur út. Et plié, demi-plié, bon et grand plié. Það má eiginlega segja að Halli hafi átt upptökin að þessu. Hann var byrjaður að æfa og síðan flæktumst við hinir svona með. Arabesk. Já, það má eiginlega segja að hann hafi svona smítað okkur af ballettfaktoríunni. Við hugsaðum þetta nú fyrst sko bara svona sem sameiginlegt tómstundagaman okkar sko eða svona líkamsrækt. Það er svona svo hefur þetta bara vatt þetta svona upp á sig sko. Já, má segja sko að það fái rosalega útrás fyrir sköpunarþörfina. Og við náttúrulega rífumst oft. Það er bara heilbrigð, skilur. Við tölum ekkert það hér. Það er náttúrulega mjög óvenjulegt að menn byrji svona seint og það hefur sína galla, en það hefur líka sína kosti. Ég er nú vön að byrja að kenna fólki á barnsaldri en þessir strákar hérna, þeir eru náttúrulega orðnir fullorðnir og það sem að þeir hafa kannski fram yfir þá sem að yngri eru er að þeir eru agaðri. Og metnaðurinn hjá þeim er alveg rosalegur. Og brosa, upp með brjóstkassan. Gleði. En spurningin er, hvert liggur metnaðurinn? Já, við erum að semja ballett núna og við erum langt komnir og efnistökin. Já, sko, upphaflega ætluðum við að leita í einhverja svona íslenska klassísk eða klassík segi ég og svona eitthvað á borð við kannski Fjallævind og Hart í bak eitthvað slíkt. En nú held ég að við getum allir verið sammála um það að við erum búin að finna verkefni sem að, já, við getum sæst á að svona hæfi okkur. Það er bílaverkstæði Badda. Já, það er svona raunveruleiki sem við svona könnumst við og það er svona verkefni sem er virkilega spennandi að takast á því. Sér þetta maður í sjónvarpinu? Við bjóðum þér á frumsýningu og ykkur líka.